Hvað svona helst, hvað eru Norðlendingar helst að spá þessu dagana? Ég held að það aðalega verið að spá í krónur og aura. Þeir eiga að byggja upp og borga og halda þessi mótsvæði úti og ég held að menn sem svona báð áttum heima hvort að það borgi sig að halda landsmót upp á það ef að sitji eftir skuldir hjá hestamannafélaginu. Já. En ef að ríki og bæjarfélög og landsmót EHF byggja þetta upp eitthvað þá held ég að þessi flókið að halda landsmóti. En þyrftu þið þá ekki hafa lofuð að hafa þau reglulega eftir það? Jú, eða koma að þessum öðrum vísi þannig lagað að kannski hestamannafélagin sé ekki sett í fjárhagslega gíslingu eftir svona landsmót en við kannski lentum í með Melkjærsmælamótið 98. Og það er þannig að við státum eftir með skuldirnar og hagnaðan á mótinu fór annað. Og en þetta er bara að taka í heilsinni hvað eiga landsmótuna að vera. Sveitið er þéttbýli hver á byggja hver á mótum. Margar spurningar sem eru bara ekkert á tæru og það er kannski það sem það fyrst að ræða, bara 3 ár eða hvað saman í landsmót og það skilur eftir hestamannafélaginu fjárhagslega gíslingu sem það er lofað og menn standa ekki fyrir og svo eru bara félagin á hausnum eftir þetta og það er einmitt það sem kannski menn einmitt fyrir heima eru að ræða en vilja ekkert fara út í eitthvað sitja eftir og skulda baka á þeim. 7,83 og 7,83. Hvað finnst þér það sem að Sunnlendingar hafa verið að tala um svona með kostnaðinn að fara norður og að halda landsmót tvisvar sinnum sunnan og einu sinni fyrir norður? Braut á að vera komið Brynjar frá Hafsteinsfjörðum og Jóhanna Margrét. Þó að þessi fleiri frá sér og það þá held ég að það sé bara öllum orð að fara út fyrir tungarinn sinn og ég held að sé meira kannski það að við bjóðum upp svæði eða staði sem að þjóna öllum gestum og sem er fólk að sunnan, norðan, austan eða vestan eða útlendingar allir finni sig á þessu mótsvæði gestir og knappar og sunnendur og þá má það sem vera hvar sem er á landinu það er Hvað ertu með meðamótinu? Fjóra geldingar Jón Björns að koma saman Jón er bara við myndum Já Jón, er þetta mynd af þínum hestum eða? Nei, þetta var mynd af Kornum og var að slá að gefa Já Á mínum bæjardinu séð þá að vissu vilja ég færa landsmótin nær þéttbýli breytast mikil að það er kröfur og þetta var Askil frá Stóra-Ásgeirsá og Jóhanna Friðriksdóttir þökkum þeim það þarf vera bara þannig og næsta brautin var skipið Rauðkvísstjörnustan helst ekki á Reynisstað það er Jóhanna Margrét Snorradóttir og þeir kemur Mána og númer 33 það má það bara ræða en við fórum tölur Fólkossi selja sig sjálf það er vel ekkert þau En þessi hross sem að seljast ekki, eru þau þá bara nógu góð til að vera íslenska hesturinn til varandráttar erlendis? og þetta voru Brynjar frá Hafsteinsfjörðum og Jóhanna Margrét þökkum þeim næsta númer 34 á að koma hestur í Reykjavík 8 ára gamall það er Þórdís Erla Gunnarsdóttir og þau fulltrúar fá Fjölnir hittir svolítið naglan á höfuð með þetta við bara fyrsta til þessi kátt og Erla Þórdís og Jón Bjarni Smárason það er Jón Hektóri það er Jón Kemur og svo kemur Mílena og Ólafur Þórisson og Artur Snæbjörnsson og Sæmundur og Bragi og Ísari Stemming er síðast fyrir það er konar tölur og ég fyrir það líka hafa sér slíkan og selja sér slíkan og þá seljast við að hestandi veltandi vinna þeirra hlut það er 7,90 7,70 8,01 og taka í gagngera skoðun allt ferð bjóða upp á fleiri möguleikir flutningi ef það er hægt, ég vil segja sér hægt allavega íta við þeirra umfröða þessi skoðun reyna að lækka heildarútflutningskostnaðar hann er misjandi hverju landi fyrir sig og kannski þetta flytja á aðrar flughafnir út sem gestur í dag þeir eru landir að flugandi sem flytja út í dag og svona koma kolli en allavega ekki sitja og gera ekki neitt og býða við þurfum að manna á fyrir 10 ára síðan þegar við þurfum að hugsa út í þennan markaði þurfum að reyna að finna markaði í Bandaríkjunum það var þar í 18 ára að byggja markaði og
truflast í þessu. Það finnst mér vanta hjá okkur, við bara... Bíðum bara núna. Já, við bíðum bara. Hérna, hvað bara framöndan í haust? Það bara að byrja á næsta árgangi og það einhver mót og sýningar erlendis og vonandi bara vísindingar fyrir að rífa svolítið markaðsmál í gang og það þarf að mikið að reynsa til það. Vinna í markaðsmálum á breiðum grundvelli og lossum út eins og ódýrt og hægt og laða útlendinga til landsins og hérna bara vera svolítið jákvæð, hætta þessu væli og við erum með gullsnámur á Íslandi og við þurfum bara að fara átta okkur á því og vera stolt og hafa þessu Íslandingur. En læra af reynslu.